Í þessu myndbandi ætla ég að sýna þér hvernig maður skráir launin sín inn á Aurbjörgu, inn á mínaurbjörg.is þegar þú ert í greiddri áskrift hjá okkur. Ég opna skjáinn og það sést stjórnborð Aurbjörgar, þar koma stóru hlutirnir fram en ekki endilega hvað þú ert með í laun. En við förum hins vegar upp í tekjur og gjöld, hérna efst upp í borðanum og smellum á það og þá sjáum við að við erum með engar tekjur skráðar og ætlum þá að bæta við launum. Við gerum það hér. Nú setjum við einhvern vinnuveitanda inn. Ég ætla bara að setja inn Landsbankann og það er gaman að segja frá því vegna þess að við erum þá með leit þarna. Það er að velja okkur til dæmis ýmsar kennitölu sem koma þarna upp. Ég ætla bara að velja Landsbankann á Dalvík. Þá erum við sérstaklega kennitölu á því og starfsheitið er bara almenn sölustörf til að nefna eitthvað. Svo segir þetta bara sem bara starfsmannaplani og segi að við séum með mánaðarleg laun og þetta sé fullt starf og við séum að byrja að vinna árið 2024 og þetta sé núverandi starf. Þá förum við grunnlaunin. Ég ætla að segja að grunnlaunin séu sömu grunnlaun og voru meðallaun á Íslandi árið 2023 sem var 724.000 eins og við sjáum á síðu Hagstofunnar. 724.000 ætla ég að skrá hér og ég ætla að merkja það að við séum að greiða í séreignarsjóð. Séreignarlífeyrissparnaðurinn er mjög mikilvægur og það er efni í langan fyrirlestur en þetta er eitthvað sem þið að ræða við ykkar vinnuveitanda og bankan ykkar og farið þetta mál strax að þetta er 2% launahækkun hjá ykkur og frábær sparnaður. Svo ýtum við á reikna og þá sjáum við hvað við erum að fá mikið útborgað og þá hver skattgreiðslun okkar er í leiðinni. Við getum ýtt að skrá en við getum líka smellt á sjá meira og þá sjáum við ýmsar aðrar upplýsingar. Ef við förum fram hjá uppbótunum og kíkjum strax á iðgjöld, þá sjáum við að við erum með 4% lífeyrissjóð, við erum borgað 28.000 rúmlega í hann og séreignarlífeyrissjóðin eru önnur 4% og skattstofninn er þá stendur eftir 666.000 af því að skattstofninn er þá þessi tala, grunnlaunin mínus lífeyrissjóðurinn og þar sjáum við að við erum að greiða í skattþrep 1 og skattþrep 2 samtals 223.000. Við erum að fullnýta persónuafsláttinn okkar sem er svona hár. Ef við ætlum að vera með persónuafslátt maka og nýta hann hér þá væri hægt að gera það akkurat þarna. Í sumu tilfellum er einstaklingar að fá einhvers konar uppbætur í starfi, bifreiðarhlunindi eða eitthvað slíkt og þær geta verið fastar eða stakar greiðslur. Fastar vendi þá einu sinni í mánuði, stakar er þá einstök og stundum eru þær undanþegnar skatti og þá eru þær merktar akkurat hér. Þannig að ef þú væri með fasta greiðslu á 50.000 mánuði, þá væri hún akkurat hérna, en þarna er hún ekki undanþegin skatti, en hér væri hún það. Og við sjáum að ef ég set til dæmis inn 50.000 krónur hér og uppbótin er undanþegin skatti og þetta kemur til ykkur einasta mánuði, þá sjáum við að upphæðin hérna uppi mun breytast. Hún breytast af því þá sjáum við að þessi upphæð ætti þá að vera 50.000 krónum hærri í kjölfarið á þessu. Hér sjáum við reikna og þá hækkar hún 50.000. En ef að þetta væri uppbót sem væri með þannig að við þurftum að borga við skatt, þá reiknum við það hér og við sjáum þá að þetta hækkar ekki alveg 50.000 krónur þess að við erum að borga meiri skatt af þessari uppbót sem er föst einu sinni í mánuði og það þarf að greiða hann skatt. En við skulum taka það út, segja aftur reikna, 507.000 er þá mánaðarlaunin og svo ýti ég á skrá. Og þá er búið að skrá launin. Þau líta það svona út. Við sjáum að launin eru þá mjög svipuð með áætluðum launaseðlum og síðustu launaseðlum og hér má bara fara beint í Aurbjörgu, stjórnborðið, en núna þegar ég smelli á tekjur og gjöld, þá sé ég að hér er komin 507.028 krónur á mánuði.